Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi. Við ætlum að tala hérna kvótakerfið, já, núna á þessu miðvikudegi og nokkra næstu miðvikudaga. Við ætlum að horfa á það frá svona ýmsum sjónarhornum og brjóta þetta í mergjar. Og ég fæ til mín stóran hóp fólks til þess að aðstokka við það. Ef þið þekkið ekki kvótakerfið, þá bara, þetta boðið upp á námskeið á miðvikudagskvöldum næstu miðvikudaga, einhverja vikur. Í næstu viku ætlum við að fjalla áhrif kvótakerfisins á einstaka byggðir og við heyrum sögur frá Þingeyri og Ísafirði og Suðurnesjum, Akranesi og víðar og fáum að heyra það hvað áhrif kvótakerfið hefur haft. Eftir 2 vikur ætlum við að fara yfir sögu Samherja. Eftir 3 vikur ætlum við að skoða það hvernig hefur tekist að vernda fiskistofna og byggja það upp á tímum kvótakerfisins. Og svo höldum við áfram og fjöllum ýmsa þetta. Núna í kvöld ætlum við að fjalla yfirskriftin svona svindl í sjávarútvegi. Það alveg frá brottkasti í gegnum svindl á vigt og verðmyndun, hvernig arðurinn af auðlindinni tekin út í útlöndum, hvernig falinn á aflandsreikningum, hvernig svikað undir skatti, hvernig sjómenn eru hlumfarnir, hvernig skotið undan hafnagjöldum og margt fleira. Það bara alveg frá því að fiskurinn óveitur í sjónum og þangað til að hann seldur einhvers staðar í útlöndum og arður skilinn þar eftir, að þá merkin þess að hvernig menn að svindla í kvótakerfinu. Einhver sagði einhvern veginn við mig að það bara brot. Já, góða kvöldið, velkomin í Rauðaborðinu. Í kvöld ætlum við að fjalla kvótakerfið eins og við höfum gert á miðvikudögum nokkur skipti og nú komið að kafla sem heitir Saga Samherja. Samherja náttúrulega stórmerkilegt fyrirtæki og varð til eiginlega innan kvótakerfisins og hefur vaxið þar meira heldur en nokkur önnur fyrirtæki og Saga Samherja þarlandi ágætisleið til þess að skoða kvótakerfið og hvernig það virkar í raun. Til þess að hjálpa mér að segja þessa sögu hingað komnir nokkrir herramenn. Það Ólafur Jónsson skipstjóri, Tryggvi Harðarson fyrrverandi sveitarstjóri, Sigurður Pétursson sagnfræðingur, Benedikt Sigurðarson fyrrverandi skólameistari, Þórður Snær Júlíusson kemur hérna eftir sem blaðamaður og Aðalsteinn Kjartansson sem blaðamaður og svo reikna ég með Bergsinni Birgissyni rithöfundi og fræðamanni. Við ætlum að gera þetta þannig að ég spyr hvernig svona einn þáttur sögu Samherja og ég trausti þess að saman byggist hér upp góð heildarmynd af þessari miklu sögu. Og eins og fólk vita þá goðsögnin Samherja sú að það voru 3 frændur sem keyptu Guðstein, togara sem hefðu nú meira og minna legið við bryggju í Grindavík og ferðan til Hafnarfjarðar og skröpuðu þar millidekkið. Það til fréttir af því og myndir af þeim þar sem að gera þetta, duglegir strákar norðan og þeir gerðu síðan þennan togara út sem varð síðan að Akureyrinni. En til þess að það veri hægt að það vantaði kvóta vegna þess að Guðsteinn hafði verið meira og minna við bryggju á viðmunarárunum. Þeir gátu við getum sagt það, svona suðað út, auka úthlutun á Guðstein. Ég man ekki hvort það var 300 tonn eða eitthvað svoleiðis sem gátu fengið, svona frekar lítið til þess að menn fundu til með mönnunum sem voru þarna með togara en enga kvóta. En það sem að mestu máli skiptir var skipstjórakvótinn og Ólafur Jónsson, geturðu sagt okkur hvað skipstjórakvóti? Já, sælverði. Það stendur mér næst að tala skipstjórakvótann því að þetta gekk yfir okkur alla þarna að það sett kvótakerfi. Við vissum það reyndar ekki fyrir með 2 mánaða fyrirvara. Haustið 83 þá ræði ég mig af Snorra Sturlusyni yfir á Viðey RE. Og gerðu samningur þar og áhöfnin myndi koma með mér. Nú, það heyrðist ekkert meira, heyrðist aldrei neitt þennan kvóta fyrir en í nóvember, þá heyri ég fyrst af þessum kvóta. Og það renna á mig 2 grímur og þetta þyngist róðurinn og það greinilegt að það komin alvara í það að setja kvótakerfið á.
þarna og upp úr áramótunum og málið stóð þannig að við áttum að reikna okkur kvóta eftir 4 viðmiðunarárum og velja 3 ár af þeim. Nú, þegar ég fór að reikna kvótan á Snorra Sturlusyni, þá var það stærsti kvótinn á landinu yfir 5.000 tonn, en kvótinn á Viðinni, þar sem ég var að fara, var ekki nema 2.300 tonn. Og þetta, ég komin þarna í jólafrí á skipinu, á Snorra Sturlusyni, og sem sé hættur á Snorra Sturlusyni, en horfið fram á það að við höfum enga kvóta til þess að vinna eftir heilt ár, þessi áhöfn sem ég var með. Og sem að gera langa sögu stutta, þá fékk ég viðtal hjá Halldóri Ásgeirssyni. Og haldið ykkur nú, því að þessi saga sem hefur verið búin til í kringum skipstjórakvótann, hún eiginlega eina réttlætið sem var í setningu kvótakerfisins. Þegar ég kem á fund Halldórs Ásgeirssonar, þá byrjaði hún á að segja við hann hvað andskotan er að láta jafnið hafa kvóta. Það eru menn sem unnu sér inn þennan kvóta og þú hefði bara átt að úthluta þessu á áhafnirnar. Það gengur ekki, sagði Halldór. Þá hefðu þið aflaskipstjórarnir gengið kaupum og sölum og það kemur ekki til greina að ég leyfi það. Ok, svo þarna hófust upp viðræður og ég fór að lýsa fyrir Halldóri hvernig aðstæðurnar væri hjá okkur. Og jú, hann sagðist myndi hitt okkur aftur eftir nokkra daga. Og þegar við hittumst aftur, þá hann kominn með lausn á málinu og það var þessi lausn að þær áhafnir sem væru á þessu tímabili var ekki beint tiltekið, heldur þessu tímabili yfir, ætli hafi þá ekki verið þessi 2 ár, 83-84, væru að fara á milli skipa, þar sem skipstjóri og meirihluti áhafnar færi með, þeir fengu að taka með sér sína reynslu og við skipstjórarnir fengum ekki neitt eins og margir halda fram. Þetta byggðist allt upp á því að kvótarnir væru á skipum, eins fíflalegt og það var nú. Kvótarnir urðu alltaf að vera bundnir við skipin og þannig var það til að ég og Steini, Villa, vorum báðir í þessum aðstæðum, bara nánast nákvæmlega eins, nema hann var að fara á eigið skip, en ég var bara að fara á skip annar. En við fengum báðir þennan flutning á okkar reynslu yfir á nýtt skip og síðan heyrði ég þarna af einhverjum línubátum sem fekk leið. Eitthvað voru sögusagtir að aðrir hefðu fengið þennan kvóta. En ég sagði alltaf að kvótinn hefði verið vel kominn af Kaldbak, alveg eins og af Snorra hjá mér og hjá skólabróðum mínum Steina og fannst bara ekkert skrítið við það að þeir hefðu fengið þennan kvóta yfir það skip sem þeir voru að fara að gera út. En svo ef maður horfir aðeins fram í tíman frá þessum punkti, þá gekk þeim náttúrulega feikilega vel og voru þarna með einna fyrstu frystitórunum, velbúið skip, mjög flott búið, hvað vinnsluna varðaði. En eins og kom fram núna fyrir stuttu í viðtali við Steina, þá höfðu þeir ekkert hugsað út í það, hvernig þeir færi af því að fá auka kvóta, því að þeir voru bundið með eitthvað 2000 tonna kvóta af Guðsteini, eitthvað rétt rúmlega 2000 tonna kvóta. En og Steini var að segja að við vorum að velta því fyrir okkur hvort að við þyrftum að kaupa upp skip, gömul skip sem væru með kvóta og hvernig þeir færa því. En þetta gekk eins og ég segi vel hjá þeim og ég ætla aðeins að skjóta inn í smá sögu
sem segir okkur svolítið hvernig þetta æxlaðist hjá þeim, því að stuttu seinna, eitthvað innan við 2 árum seinna, voru þeir komnir með annan togara og það stóð ekkert annað til hjá þessum athafnamönnum en að bæta við þessi skipum og birtist ekki suður í raskati hjá okkur í Skerjadýpinu bátur að nafni Þorsteinn frá Samherja og hann var þannig búinn að hann var með frystivélar, lítill skip, ef þið þekkið litlu norsku togarana, þetta var svoleiðis skip, að hann á að fiska bara karfa og jú, hann kom þarna og við vorum í spjalli við hann og svona og hann var að fá þarna 1 og 1 tonna karfa. Allt í einu kemur hann í stöðina og segir við okkur djöfullir, sjá, nú fékk ég bara ufsa, ég fékk 18 tonna hola ufsa. Já, ok. Já, og hvað er ég að gera við hann? Ég kem einhverjum ufsa í þessi tæki eru bara fyrir karfa. Og þá fer gang alls konar spekulationer, hvort það geti sett þetta fram hjá einhvern veginn utan á kælana, ég veit ekki hvað og hvað. Nema, kemur hann ekki inn og segir, þetta allt í lagi, ég talaði við kallinn. Hann sagði hent þessu bara. Og þetta nú það sem hefur loðað við frystitogarana, bæði Samherjaskipin og fleiri, að það er brottkast. Ef það passar ekki í vinnsluna, eða passar ekki í tækin, þá er fljótlegasta leiðin að henda þessu bara og kasta aftur. En Ólafur, þegar þú skiptir skip, er það innan sömu útgerðar? Nei, það skipti engu máli. Þannig að þú fórst með raunverulega færðir nýrri útgerð mismuninn, töluvert mikinn kvóta sem var til. Já, það má alveg segja það, eins og ég sagði við, eins og kom fram hjá mér áðan, að ég sagði við Halldór að fylgi, sko ég vildi meina að svona ætti þetta að vera, að kvótarnir ættu bara að fylgja skipstjórunum, en það mátti ekki, því að þá fengjum við hærri laun, skipstjórnir og áhafnendar, en já, ég fór þarna yfir en ég var búinn að gera samkomulag þar sem okkur hafði gengið mjög vel á Snorra Sturlusyni, ekki bara fiska, heldur líka vorum við með margar toppsölur, bæði í Þýskalandi og Englandi og samkomulag mitt við nýja útgerð var að við yrðum alltaf á markaði, bæði heima og erlendis og fengjum að sigla mikið. Og það var akkurinn í því að ég fer þarna yfir. En þessi skipstjórnarkvótar, það er þú og það er Vilhelm, hverju fleiri? Ég þekkti ekki þennan línubát, ég þekkti hann ekki. Eitt línubátur bara? Já, það var það sem ég veit. Þrír skipstjórnarkvótar? Já, síðan býtu augnablik, það voru gerðar undanþágur líka við skip sem höfðu lent á tímabilinu í vandræðum eins og til dæmis Venus hafði lent í því Kristján Kristján okkar í Hval, hann keypti Venus gamla Júní frá Bæjarókjörni og hann hafði brunnið hjá honum og hann var í löngu, hann notaði áhöfnina við að þrífa skipið upp og endurnýja skipið og hann lenti í því á þessum árum og hann fékk sko að koma inn í skrapdaga umhverfi til þess að vinna sér inn kvóta. Þetta voru einhver skip sem fengu að gera þetta. Þeir fengu reynslutíma til þess að sýna fram á að þeir hefðu átt rétt á þessum kvóta. Það var aukalega fyrir þetta. Ég veit ekki hvort að það hefur flækst inn í að hafa fengið kvóta en við fengum þessa kvóta úr þessu 4 reynsluárum þar sem við máttum velja 3 ár út.
til þess að taka með okkur ef við færum yfir á annað skip. En það sem að var flutt yfir á Guðsteinsins þegar var Akureyrin var er það ekki 3150 tonn eða eitthvað svona cirka bát? Já, það hefur verið það hefur verið sko kvótaígildi, jú, já, það hefur verið það. Það var með eitthvað yfir 4000 tonn sko. Já, eitthvað sem að má meta í dag á allt upp í svona 5 milljarða. Já. Sem að það var sagt sko að og það reyndar eina, í mínum huga það eini maðurinn sem hefur átt rétt á því að fá greitt fyrir kvóta, það var þegar Steini lappaði út úr Samherja, þá fékk hann góða summu og það má eiginlega segja að það hafi verið greiðsla fyrir þessi kvótatonn sem hann kom með inn í félagið. Þorsteinn Vilhelmsson. Þorsteinn Vilhelmsson skipstjóri, já. Skólabróðir. Já, ég misfór með nafnið. Herðu, þakkaði fyrir þetta, Ólafur. Þú nefndir Venus og þú nefndir bæjarútgerð Hafnarfjarðar. Við ætlum að fara til Hafnarfjarðar næst. Það Tryggvi Harðarson. Tryggvi, blessaður. Það sem að gerist næst og gerist bara mjög stuttu eftir þá atburði sem hafa verið að lýsa þarna, enda eiginlega tengdist þetta að þegar að Óli var út á miðunum að þá sá hann Venus þar sem að Kristján Lofsson var nýbúinn að kaupa af bæjarútgerð Hafnarfjarðar. Bæjarútgerð Hafnarfjarðar átti þá 3 togara og fyrst var Venus, var það ekki í júní, man ekki hvaða togara það var, allavega keypti Kristján 1, en eftir sátu 2 og þá endaði það þannig að Samherji ásamt Hagvirki kaupir bæjarútgerð Hafnarfjarðar. Þetta alveg upphafsárum kvótakerfisins og þegar maður skoðar það svona umfjöllunum þetta í fjölmiðlum þá sér maður að það eins og menn hafi ekki gert sér grein fyrir verðmætinu. Kannski voru þeir einu sem að tengdu þess að gerðu sér grein fyrir verðmætinu voru Samherjamenn sem að eins og Ólafur var lýsa höfðu fengið þarna yfir 3000 tonna kvóta skyndilega. Hvernig kannt þú að segja okkur frá því hvernig þetta vildi til og hversu svona auðveldlega þetta rann í gegnum bæjarstjórn Hafnarfjarðar að selja Samherja bæjarútgerðina? Já, þetta nú mikil sorgarsaga. Ári eftir að bæjarútgerðin seld, þá kem ég í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Eitt af því fyrsta sem við létum gera eftir að við höfum tekið Alþýðuflokkurinn við völdum í bænum á samt Alþýðubandalagi að kanna hvort að ákvæði að gera úttogarana áfram frá Hafnarfirði myndi halda. Það var í stuttumáli sagt, niðurstaða lögfræðinga að það væri alveg vonlaust að halda því til streitu. Bæjarútgerðin náttúrulega hafi verið stofnuð af Alþýðuflokknum í kreppunni til að skapa atvinnu í Hafnarfirði og það má því segja að sjómenn og verkalýðurinn í Hafnarfirði hafi skapað þann kvóta sem fór síðan út úr bæjarfélaginu á norður. Það var miklar deilur söluna. Það voru gríðarlega margir Hafnfirðingar sem höfðu sterkar taugar til bæjarútgerðarinnar, höfðu unnið þar, margir á togurum og aðrir í fiskvinnslunni. Þegar ég ungur í gagnfræðaskóla í Flensborg og menntaskóla, þá voru sendir heilu bekkirnir til að vinna í bæjarútgerðinni þegar það var landburður af fiski til að bjarga verðmætum. Þannig að það voru ákaflega margir Hafnfirðingar sem höfðu taugar til bæjarútgerðarinnar, togarana og fiskvinnslunar. Síðan þegar að bæjarútgerðin seld með þeim togarum sem eftir voru, 1985 ef man rétt, þá fór salan fram bak við luktadyr. Það voru undir forystu Sjálfstæðisflokksins og með þeim fylgdu óháðir borgarar sem þurrkuðu svo út í næstu kosningum. En ég held að þetta hafi verið Hafnfirðingum afar þungbært, ekki að því þeir væru að hugsa endilega bara peningana, heldur atvinnuna sem hafi verið veitt tugum og hundruðum Hafnfirðinga vinnu í gegnum tíðina. Og
Ég veit að innan Sjálfstæðisflokksins sem stóð fyrir söluna sjálfsögðu, að þar voru flokksmenn sem að fannst framhjá sig gengið, fólk sem vildi allavega fá möguleika á bjóð í þessar eignir. Ég man að Guðrún Lárusdóttir, útgerðarkona, hún var mjög sár yfir því að henni skyldi ekki hafa gefist kostur að koma á borðinu þegar þessi sala fór fram. Nú, hvernig þetta fór síðan, togararnir fóru náttúrulega allir í burtu og fiskvinnslan sem endaði í eigu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þá og hagvirkja samsteypunar. Þar var bara selt allt laust inn úr húsinu sem að voru eitthvað verðmæti í og ef ég man rétt þá fór hitt bara á hausinn og þannig að þetta var mjög sorglegt hvernig þetta dæmi allt fór og endaði og hvernig á þessu var staðið. Rökin sem að voru notuð voru þau að bæjarútgerðin gengi illa, hún verið skuldflug, hún verið byrði á bæjarsjóði, að það verið langbest að fá hingað fólk sem að kynni að reka fiskvinnslu og útgerð til þess að koma, renna traustari stoðum undir atvinnulífið í bænum. Þetta er svona ræða sem við þekkjum og hefur verið farið með víða um land, en þetta var nákvæmlega svona. Þetta voru rökin fyrir því að það væri léttir fyrir bæjarbúa að vera laus við þetta, svo framalega sem einhverju duglegir menn væru til að taka þetta yfir. Já, ég held að þetta sé nú góðsögn. Það lá alveg fyrir að allt frá því að bæjarútgerðin stofnuð upp úr 1930, þá voru sjálfstæðismenn andsnúnir því að menn væri að reka svona útgerð á félagslegum grunni. Menn gleyma því að það gekk misjafnlega hjá bæjarútgerðinni, stundum græddi hún mikla peninga. Fyrir það var til dæmis dreift Stranggatan sem var þá fágætt á þeim dögum. Það var byggt ráðhús og bæjarbíó sem er núna einhver eftirsóttasti tónlistarstaður landsins. Þannig að verðmætin skiluðu sér inn í samfélagið. Stundum var tap á bæjarútgerðinu og rekstri hennar og stundum var líka mikill gróði og ég held að menn hafi notað tækifærið þegar hvað verst stóð á. Þetta voru að mörgu leyti erfið ár í útgerð og losa sig við bæjarútgerðina og í reynd þá bara gefið frá sér milljarða verðmæti sem að Hafnfirðingar hefðu skapað í gegnum tíðina. Myndir þú vilja að það væri ennþá fiskvinnsla í Hafnarfirði, það væri togarar þarna, það væri eitthvað að gera í höfninni? Hafnfirðingar hafa svo sem reynt að setja líf í höfninni aftur, þarna hefur verið þjónusta við togara sem að veiða á Grænlandsmiðum og þarna er stór þurrkví sem að setur svona sterkar svip á höfnina. Þannig að það hefur verið margt reynt til þess að setja svona líf í höfnina en að öll starfsemi bæjarútgerðarinnar sé farin, það er mikill munur. Myndirðu vilja hafa hana ennþá, heldur að bæjarbúar, bæjarsjóður og bæjarbúar stæðu betur með því að hafa fiskvinnsluna eða fengu bæjarbúar bara kannski eitthvað annað betra í staðinn? Nei, ég held að þetta hafi verið einn mestu viðskiptaafglöp sveitarstjórna á Íslandi með hvernig var staðið að þessari sölu og sala bæjarútgerðarna var upphafin að endinu á útgerð og fiskvinnslu í Hafnarfirði. Það hafi verið smá fyrirtæki hérna að vísu gangandi og einhverju bátar. Þetta er orðið nánast ekki neitt við að við hvað áður var og þetta var náttúrulega ein af undirstöðum í atvinnulífi bæjarins, það var útgerð, það var ekki bara bæjarútgerð, það voru fleiri aðilar sem voru mjög öflugir, en þetta var svona upphafið endalokunum og eins og ég segi, þetta var afar grátlegt að sjá hvernig þetta fór allt saman og klukkunum verður ekki snúið við, en vissulega fóru þarna milljarða verðmæti sem að Hafnfirðingar áttu í reynd en fóru fyrir slikkið ekki neitt. Já, voru svona félagslega regnir sem enduðu í höndu forra. Herðu Tryggvi, þakkaði fyrir þetta. Við ætlum að seinna, eftir nokkra þætti, þá ætlum við einmitt að tala um bæjarútgerðir. Þannig að þá fæ ég kannski þig eða aðra Hafnfirðinga til þess að ræða það. Ég veit að Ólafur, skipstjóri sem var hérna áður,
vill endilega ræða til dæmis bæjarútgerð Reykjavíkur og hafnar því algjörlega að hún hafi verið í einhverjum illum málum og hafi verið nauðsyn að sameina íspyrnum og búa til Granda. Þannig að við kannski ræðum svona félagslegar útgerðir, það eru nú nokkrar til ennþá, þannig að við gerum það kannski, ég fæ kannski að heyra í þér seinna það. En við ætlum að fara núna til Ísafjarðar og ræða við Sigurð Pétursson, sagnfræðing, sem frá Ísafirði. Tryggvi nefndi svona loforð það og það sem að bæjarfulltrúar voru að reyna að athuga hvort það væri hægt að láta Samherja standa við það að það yrði áfram fiskvinnsla í Hafnarfirði og gert út þaðan en togararnir og fiskvinnslan ekki flutt burtu. Guggan verður áfram gul eiginlega svona frægasta svona loforðið sem hefur verið og hefur verið hluti af verbúðinni, vinsælli í sjónvarpsseríu. Hvernig, kanntu að segja það, af hverju Guðbjörgin var seld? Af hverju það þótti skynsamlegt að selja hana Akureyringunum eða sameina hana inn í Samherja? Það nú reyndar þannig sem það var gert. Kanntu að segja það svo? Af hverju þessi þörf var að fá Samherja inn í útgerðina? Nei, það vantar hljóð hjá þér. Það vantar hljóð hjá þér, Sigurður. Það slökkt þín megin. Finnur ekki út af því. Hefur við kannski að svindla aðeins á röðinni á meðan að Sigurður finnur út af því. Við vitum að hann vel giftur. Eiginkona hans Ólína Þorvarðardóttir hefur oft komið hingað til okkar og hún kann alveg á þetta. Þannig að meðan að hún finnur út af því fyrir Sigurð, þá förum við til á Eyjafjarðarsvæði til Benedikt Sigurðarsonar. Ef gætið þú sagt okkur aðeins frá því hvernig Samherji vex á þessu svæði. Þetta náttúrulega heimasvæði Samherja en þeir koma þarna fyrst með einn togara en eiga núna útgerðarfélagið og fiskvinnsluna í Dalvík og fleira. Já, við skulum náttúrulega rifja það upp í þessu samhengi líka að þegar að Samherji eða þeir frændur kaupa Guðstein og fara sér að láta breyta skipinu í frystiskip þá voru þeir ekki kannski þetta aldir lánshæfir af stór bankakerfinu eða fiskveiðisjóði þannig að þeir þurftu að fá bæjarábyrgð og það var svona kannski fyrsta pólitíska svona núningurinn sem við getum rifjað upp í þessu samhengi vegna þess að það var ekki alveg svona sjálfgefið á vettvangi pólitíkurinnar í bænum á sínum tíma og ég held að við getum alveg þakkað lykilmönnum í Framsóknarflokknum það eða þeir geti þakkað þeim Stefáni Reykjalín og lykilmönnum Framsóknarflokksins á þeim tíma hafa stigið það skref og þeir eru lagðir af stað þegar að niðurlagningaverksmiðjan á Jónsson fer hér á hnén, þeir kaupa þrotabúið eða hvað er að kalla það og Strýta orðin til sem fiskvinnslufyrirtæki. Það talað það í blaðafréttum að þeir hyggist sameina Strýtu og pörtunafélag Dalvíkur og erum við í einhverju vondu hljóði? Nei, það er bara einhver sem að trufla, þetta allir haldur bara. Já, ok. Það í blaðafregnum 1996, þá slitnar upp úr þessum viðræðum. Þeir eru samt sem áður komnir með eignarhald í útgerðar fiskvinnslu á Dalvík. Á sama tíma og KEA var þar búin að sameina sína fiskvinnslu í Snæfelli. Síðan það held ég megi farið rétt með á árinu 2000 undir lok ársins 2000
þá sameinast fyrirtækin Snæfell sem var þá í eigu KEA og fiskvinnslan BGB Snæfell og Samherji í einu fyrirtæki. Og það verður ákveðin, það verður aftur núningur, pólitískur núningur það. Stjórnarmaður sem að þá var bæjarstjóri á Dalvík, Rögnvaldur Skíði Friðbjörnsson, stjórnarmaður í KEA, sagði sig úr stjórn KEA vegna þess að hann taldi að ferillinn í þessari sameiningu hefði ekki verið í samræmi við það sem búið var að lofa. Þannig að pólitíkin var þar hluti af því máli og þarna árið 2000 Samherji kominn með lykilstöðu, búin að innlima sjávarútvegsluta KEA og KEA þá orðin hluthafi í Samherja. Þannig að þá það fyrirtæki að verða ansi stórt, það var held ég orðið stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins á þeim tíma. Þannig að það fletta saman útgerðarsaga KEA og Samherja, þannig að KEA byrjar eiginlega að stækka með sameiningu við útgerðarfélag Dalvíkur og fleira að búa til þar öflugt fyrirtæki sem síðan rennur inn í Samherja. Já, en á sama tíma á árabilinu milli 1994 og 97 herjans mikil átök útgerðarfélag Akureyringa sem þá var í meirihluta eigu Akureyrarbæjar og og KEA var 8% hluthafi í UA og það voru mikil átök þetta eignarhald vegna þess að framsóknarmenn í bæjarstjórn undir forystu Jakobs Björnssonar bæjarstjóra frá 94 til 98 þá var meining bæjarins að selja bréfin, hvernig sem á því stóð. Ég hef í raun og veru aldrei alveg skilið það, ég held að það hafi ekki verið mjög góð fjármálastjórn, en gott og vel, þeir lögðu þetta upp sem eitthvað mikilvægt motto að losa fjármuni. Þeir seldu hlut sinn í Landsvirkjun skömmu síðar, þá voru átökin líka það hvort að sjávarútvegsdeild SÍS gamla eða Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna ætti að halda lykilstöðu í sölu afurða frá útgerðarfélagi Akureyringa. Niðurstaðan var eitthvað furðulegt samkomulag sem gert var við Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna að Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna héldu áfram lykilstöðu í sölu afurða frá útgerðarfélagi Akureyringa og en flytti einhverja yfirborðsstarfsemi til Akureyrar til þess að fjölga störfum, til þess að koma til móts við bæinn með einhverjum hætti og voru hálfgerðar sárabætur til KEA fyrir það að fá ekki að kaupa hlut bæjarins í útgerðarfélagi Akureyringa. En Samherji hefur hins vegar seinna eignast þetta merki útgerðarfélags Akureyringa eftir að Burðarás seldi og Landsbankinn seldu síðan fyrst Guðmundi í Brim útgerðarfélag Akureyringa árið 2004 og þá aftur fram hjá KEA sem var klárlega gerði hæsta tilboðið í félagið á þeim tíma. En þá var KEA einn af stóru eigendunum í Samherja sem þá var enn á markaði, við skulum hafa það í huga, Samherji var á markaði fram til 2006. Þannig að inni í Samherja eru gamla bæjarútgerðin á Dalvík sem að KEA keypti og svo rann setti síðan inn í Samherja og Samherja á UA eða útgerðarfélag Akureyringa vörumerkið en ekki innvolsið, það var farið. Stór hluti af útgerðarfélag Akureyringa fór í einhverjum millileikjum hjá Guðmundi í Brimi og ég veit ekki nákvæmlega
hvaða fléttur það voru, ég bara kann þá sögu ekki. Nei. En heldurðu að verðmæti þar inni, eins og þess skótin, sé frekar í brími heldur en í Samherja? Við getum komist að þessu, bara skotið því kannski við í athugasemdir við þáttinn. Ég bara kann ekki með það að fara, ég treysti mér ekki til þess að reyfja það upp í dolli mínum. Nei. Herðu, takk fyrir þetta, Benedikt. Það hérna, við erum að rekja það hvað uppruna Samherja, hann á uppruna í Bæjarútgerð í Hafnarfirði og hann á uppruna í Skipstjórakottunum og hann á uppruna í Bæjarútgerðin á Dalvík og hann á uppruna víða og Sigurður Pétursson kom með hljóð núna. Blessaður? Það ekki hljóð. Þetta alveg óskiljanlegt. Herðu, þá verðum við að gera hlé á kvótakaflanum og fara yfir í stöðu Samherja, þar sem það er skiptað í tvennt, sko, annars vera útrás, að Samherji fer mjög fljótlega og fer að fjárfesta víða erlendis. En síðan til það sem líka kallað innrás. Það sem sagt innrás auðhringa á Íslandi inn í aðra atvinnugreinar og Samherji er á þar stóra sögu. Sá sem allra hjálpa okkur að segja þá sögu er Þórður Snær Júlíusson. Vertu velkominn, Þórður. Blessaður. Sælir, heyrðu mér. Blessaður. Já. Hvenær eru fyrstu merki þess að Samherji er að nýta auðsinn og afl sem hann sækir í nýtingu auðlindarinnar og uppbyggingu erlendis inn í aðrar atvinnugreinar á Íslandi? Ég held að svona kannski fyrsta stóra mikilvæga sýnilega innreiðin er inn í bankakerfið. Munum auðvitað eftir að Þorsteinn Már var hluti af því þegar það var reyndi fjárfestingarbanka atvinnulífs sín tíma og svo var Samherja, dótturfélag Samherja stór eigandi í Glitni banka og Þorsteinn Már var orðinn stjórnarformaður þess banka þegar hann hrundi. Þannig að það er svona kannski fyrsta stóra samkurlið sem maður sá. Síðan hefur þetta breyst mikið eftir bankahrunið. Virði þeirra eigna sem Samherji fer með hefur stóraukist. Fyrirtækið er orðið gríðarlega stórt. Því var skipt upp í tvennt 2018, Samherji HF og Samherji Holding. Svona í grófum dráttum með Samherji HF innlendu eignirnar og Færeyjareignir og Samherji Holding hitt og hluturinn sem eiga í Eimskip, sem kemur kannski síðast. Og sameiginlegt uppgefið eigið þessara tveggja fyrirtækja var í lok árs 2020 140 milljarðar. En líklega er upplausnarvirði eigna þeirra miklu hærra vegna þess að aflaheimildir sem eru eigfærðar eru eigfærðar á mun lægra verði en viðskipti með þær gefa til kynna að raunverulegt sé. Samherji og mögulega tengdir aðilar hér innanlands halda á rúmlega 22% af öllum úthlutuðum kvóta samkvæmt síðustu tölum frá Fiskistofu. Það er átt við Samherja HF, UA sem er í 100% eigu Samherja, útgerðarfélag Akureyringa, Síldavinnsluna sem Samherji og félaga þeirra í Kjálkanesi sem eiga útgerðina Gjögur eiga meiri hluta í. Meðal þeirra sem eru eigendur í Gjögur er Björgólfur Jóhannsson sem tíma var forstjóri Samherja og Samkeppniseftirlitið hefur verið með það til skoðunar hvort að þeir að túlka þessa aðila sem tengda aðila. Þannig að saman er þessi blokk með vel rúmlega 15 af öllum úthlutuðum kvóta. Og Samherji hefur nýtt þennan kraft sem aflaheimildirnar og sterk staða í sjávarútvegi hefur veitt þeim til þess að fara inn í alls kyns önnur sveið íslenska atvinnulífs. Þeir voru til dæmis inn í fyrirtæki svo Völku sem var nýlega selt til Marel. Kristján Vilhelmsson hefur verið að gera sem er gildandi í fasteignaþróun meðal annars í miðbæ Selfossar sem er svona meira og minna verkefni sem er tengt honum og hans samstarfsmönnum þar. En fyrirtækið Samherji eða fyrirtæki sem þeir eru að stóra hluti eins og Síldavinnslan eru líka mjög víða í skráðum félögum. Til dæmis er 7. stærsti hluthafinn í smásölureisanum Högum með 4,44% hlut. Samherji Holding hefur verið stærsti eigandi Eimskipafélagsins með 3% hlut og
Baldvin Þorsteinsson hefur þar verið stjórnarformaður og verður núna fram að næsta aðalfundi og frændið þeirra er forstjóri þess félags. Áður en Síldarvinnslan var sett á markað í fyrra þá var félag í eigu hennar sem heitir SVN eignafélag og stærsti eigandi Sjóvár fært til fyrri hluthafa síðan borga út sem arður til fyrri hluthafa Síldarvinnslunar sem eru stærstir þar, eins og ég nefndi á það, Samherji og svo Kjálkanes sem er í eigu Gjögurs fjölskyldunar. Sjóvá er síðan auðvitað mjög umsvifamikill fjárfestir mjög víða eins og tryggingafélög gera og Björgólfur Jóhannsson, fyrrverandi forstjóri Samherja og einn þeirra sem eiga Gjögur og Kjálkanes er stjórnarformaður Sjóvá. Hvað fleira? Þeir hafa verið mjög umsvifamiklir í fiskeldi. Þeir eru með mjög stóru áformum uppbyggingu á fiskeldi hér á landi. Til dæmis er ætlunin að byggja 40.000 tonna laxeldi eða landeldi á laxi á Reykjanesi í Helguvík sem á komast í gegni á næstu árum og saman er líka á félag sem heitir Silfurstjarnan í Öxarfirði og verið með stækkunar áfram þar. Og svo auðvitað hafa Samherji gefið sig að fjölmiðlarekstri, bæði fyrir norðan í gegnum Síldarvinnsluna, félag eigu sem Síldarvinnslan á í N4 og svo auðvitað var Samherji stór hluti af hópnum sem keypti Morgunblaðið 2009. Sá sem leiddi þann hóp var Óskar Magnússon sem er stjórnarmaður í Samherji og einn nánasti samstarfsmaður Þorsteins Más og hann varð útgefandi Morgunblaðsins í kjölfarið og Samherji var á meðal stærstu eigenda. Og svo þegar leið á þetta eignarhald útgerðanna á Morgunblaðinu þá færði Samherji og Síldarvinnslan eignarhluti sína í félaginu yfir til Eyþórs Arnalds sem hefur verið oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, lánaði honum raunverulega fyrir hlutum, hann lagði ekkert út, þau voru bara að færa hlutin yfir á hann og síðan hefur það lán verið afskrifað, þannig að það er raunverulega verið bara að parkera hlutum þar til að deyja, eða virðist deyja ef við vorum á þannig. Þetta eru svona kannski breiðu línurnar í því hvernig Samherji hefur dreift úr sér í íslensku atvinnulífi og ef við tökum þetta saman þá er þetta ansi mörg svið, einu stærsta fjölmiðlafyrirtæki landsins, í stærsta smásala landsins, í stærsta skipafyrirtækinu, í einnig mest vaxandi gerinni laxeldi, hefur átt viðkomu, afdrifaríka viðkomu í bankakerfinu og svo þetta eru stærsti hluti af hóp sem myndar stærsta eignarhaldið í einu stærsta tryggingafélagi landsins. Fyrsta sem þú nefndir var þegar Þorsteinn Már keypti hluta í fjárfestingarbanka atvinnulífsins, þá var hann ásamt Eyjólfi Sveinssyni, Jóni Ólafssyni og Jóni Ásgeiri, þá voru þetta svona ungir menn sem voru að ögra kolkrabbanum. En svo þegar sagan heldur áfram að þá er eiginlega Samherji komin með svona eignir sem að þá voru skilgreindar sem svona eignir kolkrabbans, Eimskip, Sjóvá, Morgunblaðið. Er þetta saga götudrengina sem að fara í slag við gömlu penningana og eignast þá? Ég veit það ekki, hvort að hún geti flokkast þannig. Mér finnst þetta aðalega að vera saga fólk eða hóp manna sem með bæði útsjónarsemi og klókindum en ekki síður ófyrirleitni kemst yfir dýrmætar auðlindir í eigu þjóðar og nýtir þær, veðsetur þær og notar til þess að auka ítök sín í samfélaginu með því að færa sig að dreifa úr sér í aðrar greinar atvinnulífsins og eru nú þannig staddir að það er nú ekki margir sem eru ósnertir af þeim ef við horfum á það sem við myndist á þeim náðan. Eru í smásölu, eru í tryggingum, eru í skipaflutningum, eru í fiskeldi, hafa verið í fjölmiðlum og svo framvegis. Þannig að og fasteignaþróun auðvitað víða og sennilegast er miklu fleiri eignir að ræða. Örugglega er alveg umtalsvert af til dæmis fasteignum sem eru ekki jafn sýnilegar og þessar sem ég hef verið að telja upp núna í skráðum félögum eða mjög fyrirferðarmiklu félögum.
Þannig að mér finnst þetta nú aðalega að vera svona saga það að nýta sér aðstæður sem skapast þegar að vera útluta aflaheimildum til þess að veiða náttúrulind sem skilgreind í eigu þjóðar til þess að dreifa ósér og auka ítök sín og öðru svið. Pólitísk ítök, hefur Samherji pólitísk ítök? Þeir hafa auðvitað gefið peninga til stjórnmálaflokka, svo langt sem það nær. Ég held að tengst þeirra við ýmsa pólitíkusa hafa auðvitað verið öllum ljós, til dæmis fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson sem er fyrrverandi stjórnarformaður Samherja. Það verður ekki breytt yfir þau tengsl og þann vinskap sem Kristján Þór á við Þorstein Má. Það var fleiri þingmenn verið annarkvort að störfum hjá Samherja eða persónulega samskiptum. Til dæmis Björn Valur Gíslason var skipstjóri Samherja og gott að hann það ekki ennþá frá Vinstri grænum. Hversu mikið það hefur skilað þeim í einhverjum ítökum, ég ætla ekki að fullyrða það. Ég bara maður verður bara að fá að geta í auðvitað þar, en ég held að sé alveg ljóst að Samherji og þeir sem stýra Samherja hafa haft mikil ítök innan samtaka atvinnulífsins. Þeir hafa haft mikið aðgengi að því hvernig umhverfið þeirra, lagaumhverfi og reglugerðarumhverfi er mótað, bæði með hefðbundnu lobbyisma og líka eftir ýmsum svona bakleiðum með því að beita þrýstingi. Og það hefur skilað þeim miklum árangri, svo má deila það hversu mikill samfélagslegur árangur er af því brölti. Herðu, kæra þakki fyrir þetta Þórður Snær að segja okkur frá innrás Samherja í íslenskt atvinnu og viðskiptalíf. Þá er komið að þeim kafla í þessum þætti að við reynum að ná sambandi við Sigurð Pétursson á Ísafirði. Nú er hann horfinn. Hann sendi mér tilkynningur að vera komin inn aftur. En þá förum við út í heim, Aðalsteinn Kjartansson. Mjög, til að snemma með þetta fyrstu svona sjávarútvegsfyrirtækjunum sem að fara að fjárfesta erlendis, það er Samherji. Kanntu að segja okkur svona hvernig það byrjar? Já, út á Samherja. Hún hefst tiltölulega snemma eins og þú segir og það er strax bara í kringum 1995 sem að Samherji fer í svona skipulaða útrás. Þá kaupaði hlut í þýsku útgerðarfélagi DFFU sem gefur út 4 skip og samhliða stofnuðu Framherja í Færeyjum ásamt þarlendum einstaklingum og gerði út 1 skip. Svo árið seinna þá voru þeir búin að stofna sölufélag á Englandi og kaupa svo skoska togarútgerð með einhver 3 skip og fljótlega eftir það kaupaði líka hlut í bandarísku útgerðarfélagi og austurströndinni þar. Og svona gengur þetta áfram og Samherji gerir sér svona stærri og breiðari á þessum stöðum og stækkar við sig eða stækkar útgerðarfélögin með einum eða öðrum hætti. Svo 2003 þá er svona einn af þessum stóru punktum í þeirra útrás og sögu þegar það hefja útgerð í Pólandi undir merkjum Atlantex. Og svo kaupa sér inn í norska útgerð. Og þarna í kringum hrunið 2007-2008 að þá eru þeir með starfsemi í Bretlandi, Færeyjum, Þýskalandi, Pólandi og Noregi og voru mjög stoltir af því. En það fór aðeins minna fyrir starfsemi sem þeir keyptu í Afríku 2007. Þá keyptu þeir Afríku útgerð Sjólaskipa sem var nú hafnfirsk útgerð rétt sem að byggði nú mest sitt á rekstri verksmiðju togara í norðurhluta Afríku og fyrir stöndum Máritanníu og Samherji keypti þetta fyrir einhverja 12 milljarða þarna 2007. Þau kauprendar enduðu síðan í rannsókn og
ákæru hérna heima þegar kaupverðið rataði ekki alveg réttu leið, en það sem út úr frá útrásarsögu Samherja og sneri nú að þessum Sjóla-systkinum. Það fer svo hratt yfir sögu. Þú nefndir hann í upphafi að þau keyptu þetta og svo keyptu þetta og það næstu á hverju ári. Hvar fenguðu peningana fyrir þessu? Hefur hugmyndir það? Já, þeir hafa verið ansi snjallir rekstramenn, eigendur Samherja. Þeir gera ágætlega með íslensku útgerðina og það náttúrulega grunnurinn af þessu veldi í dag. Síðan hafa þeir náð að snúa rekstri þeirra fyrirtækja oft á tíðum sem þeir keyptu á þessum 10. áratugnum og í byrjun þessarar aldar úr svona frekar lélegum rekstri yfir í mjög arðsaman pappírunum allavega, og það hefur síðan veitt tækifæri til að fjárfesta ennþá frekar. En það náttúrulega stóri fengurinn í Afríkuútgerðinni og á þeim tíma sem þeir eru að veiða þar, sérstaklega þarna í upphafi, að þá, og ekki bara þeir, heldur mörg evrópsk fyrirtæki og asísk, bara hreinlega ryksuðu upp fisk úti fyrir vesturströnd Afríku og náðu sér í alveg gríðarlega auðæfi þar sem að hægt að síðan að byggja á. Og á þessum tíma, fljótlega eftir að þeir hafa keypt Afríkuútgerðina, að þá það byrjir 70% af heildarstarfsemi félagsins þessi erlenda starfsemi. Og þar Afríkuútgerðin talsvert veigamikil, talsvert mikilvæg fyrir þessa gríðarlegu innkomu af peningum sem var inn í fyrirtækið á þessum árum. Síðan fara til Namibíu og þú tókst þátt í því að búa til sjónvarpsþáttu það. Gekk svolítið fram á íslensku þjóðinni, hvernig viðskiptahættunum var lýst þar. Sumir hugsuðu nú sem að þetta byggum við nú til, vegna þess að fólki fannst kannast við margt þarna, að hvernig staða hins sterka nýtt til þess að komast yfir auðlindir almennings. Kannt þú að meta það, hvort að hegðun Samherja í Afríku sé tengd Afríku meira en Samherja, eða þetta bara íslenskir útgerðarmenn, hvernig þeir hegða sér hér og annars staðar, komið kannski út í annað veldi? Það ekki hægt að kenna neinum öðrum háttsemi Samherja heldur en þeim sem að héldu þar í taumana, Það er ekki nauðsynlegt að borga áhrifamönnum inn á aflandsreikninga til þess að stunda viðskipti í Afríku. Það bara einhver draugasaga, einhver legasaga. Og það sést kannski best á því, eins og við bentum á í bókinni sem við skrifuðum þetta Samherjaskjalamál líka, að ef að Samherji hefði farið þarna inn og gert það rétt, farið í sitt samstarf við kvótaleyfishafana, sem var hluti af því starfsemi sem þeir ákveðu í Namibíu, að þá hefðu þeir auðvitað geta grætt verulega á því. Það algjörlega á þeirra forsendum og þeirra vala að fara inn í þá viðskiptahætti sem að afhjúpaðir voru í umfjölluninni þessi Samherjaskjöl, og þau samskipti sem að jafnvel hafa síðan bæst við, eins og í umfjöllun og í stundinni síðasta sumar, að þá ræddu menn frjálslega það sín á milli að komast í samband við áhrifamenn og pólitíkusa til að koma hagsmunum Samherja þarna í Namibíu áfram. Þannig að ég held að það sé alls ekki hægt að segja það að þetta sé bara leiðin til að stunda viðskipti í Afríku. Þetta eitthvað sem að Íslendingarnir tóku með sér. Finnst þér eftirmálin að þessu, eftir að umfjöllunin var þetta hér, hvernig þeir sátum blaðamenn og þú ert
náttúrulega var stemt í yfirheyrslu sem réttarstöðu grunaðs. Finnst þér þau viðbrögð öll vera svona afleiðing af svona ógnarstyrk þessa fyrirtækis? Það er erfitt fyrir mig að segja. Ég held að það er ekki vafi á því að staða Samherja á Íslandi og víðar er mjög sterk og það eru margir sem að reiða sig á fyrirtækið, hvort þeim um atvinnu eða einhverja styrki. Samherji rekur náttúrulega þennan samfélagssjóð og er duglegur að styrkja íþróttafélög og alls konar starfsemi. Það er nú nýbúið að opna skíðalyftu sem er að megninu til greitt af þeim. Þannig að Samherji hefur náttúrulega jákvæð áhrif mjög víða á Íslandi og eru stórt og öflugt fyrirtæki þar sem það starfar. Það kann alveg að hafa einhver áhrif á hvernig þeir upplifa svona sín viðbrögð og upplifa nauðsyn þess að beita aðferðum sem að hingað til hafa ekki þekkst á Íslandi til að reyna að verja sig. En það er náttúrulega bara getgátur sem Heiðar Arnsteinn, þakka kærlega fyrir að fara með okkur með Samherja út í heim. Hérna hefðu venjulega verið að enda söguna, en það eru tveir kaflar sem að duttu út af teknilegum ástæðum og við ætlum að gera hérna örstutt hlé, komum strax aftur með þá 2 kafla eftirmála. Þá erum við komin til Ísafjarðar, til Sigurðar Péturssonar, sem reyndar ekkert á Ísafirði, en ég ætlum að tala við atburði á Ísafirði sem að eru kannski svona þetta þekktustu hlutunum í sögu Samherja, það þegar að Guggan fór. Kanntu að segja okkur hérna af hverju það kom, af hverju sú varð niðurstaðan, hvað var að því á í útgerð hérna Guðbjargar þannig að til þess að hérna að þyrfti að sækja Samherja þarna inn og sameina það inn í Samherja? Já, þetta er spurning sem að menn hafa held ég velt fyrir sér og ekki komist ennþá að almennilegri niðurstöðu. Sko, flestir trúðu því að Hrönn HF sem að gerði út Guðbjörgina væri nú bara eitt sterkasta útgerðarfyrirtæki á landinu á sínum tíma, átti glæsilegustu togarana, fiskuðu mest allra Vestfjarðatogara og stundum aflahæsti togari landsins. Og þess vegna var þetta gríðarlegt áfall þegar að togar eða Guggan var seld sem sagt inn í Samherja eða útgerðarfélögin sameinuðust. Og en á bak við þetta voru reyndar ástæður sem að menn hafa svo sem að vera að koma fram með svona seinna. Þeir voru nýbúnir að kaupa nýjasta togarans, nýjustu Gugguna sem var þá frystitogari en ekki ísfisktogari eins og tveir sem voru undan, tveir togarar sem þar voru undan. Og þessi togari var náttúrulega gríðarleg fjárfesting og hann þurfti að veiða 6.000 tonn allavega til þess að standa undir sér og á meðan var verið að skera niður þorskveiðarnar ár frá ári að þá var þetta erfiðara og erfiðara að útvega sér auka kvóta til þess að veiða og kvótinn fór að hafa verð og verðmiða og síðan voru það náttúrulega bankarnir þarna bakvið og ég hef nú grunum og ég nú eftir að rannsaka það eins betur að bankarnir hafi nú haft þarna töluvert að segja, en af hverju Samherji var í svona mikilli vinfengi við bankana, það veit ég ekki heldur. Í mörgum samningum þar sem að Samherji voru að kaupa minni fyrirtæki sem að voru oft í einhverjum erfiðleikum, gat verið vegna þess að það hafi verið dregið úr afla og menn hafðu þurft. Það mátti ekki þola það vegna þess að við vorum nýbúin að kaupa skip eða eitthvað slíkt eins og dæmi með Gugguna. Þá er það eins og að það sé bankinn sem ákveður það að það sé betra fyrir mig að Samherji skuldaði mér þetta heldur en Hrönn. Heldur að það geti verið að því að bankinn er bara alltaf að leita að því að hafa sem öruggast sín útlán, að þeir hafi bara kosið að hafa þessa skuldara frekar en hina.
Já, þetta lítur nú oft þannig út sko og gerði það á sínum tíma að þegar þessar útgerðir hver á fætur annarri hér fyrir vestan, ég segi hér fyrir vestan já, að það voru náttúrulega hér 10 til 11 togarar, þar sem núna Ísafjarðarbær og Bolungarvík og Súðavík og síðan bara féllu þessi fyrirtæki hvert á fætur öðru. Það var ekki vita til þess að þau skulduðu eitthvað meira heldur en önnur fyrirtæki á landinu í útgerð. Hins vegar kom það harðar niður á þeim, niðurskurðurinn í þorskinum. Togarar til dæmis bæjarútgerðarinnar í Reykjavík og Samherja og víðar, þeir voru vanir að vera að dandalast í öðrum tegundum eins og ufsa og karfa stóran hluta ársins, en Vestfirðingar, þeir voru fyrst og fremst í því að sækja þorsk. En svo þegar að þorskurinn minnkar alltaf sem hlutfall af veiðunum, að þá njóta Vestfirðingar ekki lengur þessara nálægða við þorskmiðin og þurfa að fara að sækja grálúð einhvers staðar lengst austur fyrir land eða suður fyrir Vestmannaeyjar eða hvað sem þeir voru að sækja. Þetta var til þess að útgerðin hefur sennilega ekki sýnt eins góða tölur og bankarnir ákveða greinilega að þessar útgerðir á þessum litlu stöðum fyrir vestan séu ekki nógu öruggar að einhverju leyti. Þarna blandast saman einhver fjárhagsleg, banka- og stjórnmálaleg sjónarmið held ég. Já, það Tryggvi Harðarson var hérna áðan að tala bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem hefði verið byggt upp bara að bænum og með bæjarbúum, erfiði sínu byggt upp sjávarútveg í Hafnarfirði. Nú var Hrönn ekki bæjarútgerð og það voru ekki bæjarútgerðir neinu ráði þarna á Ísafirði. En hvaða hlutverk höfðu þessi fyrirtæki svona í bænum? Hvernig litu bæjarbúðar á það varðandi svona atvinnu og uppbyggingu bæjarins? Sko það var nú, auðvitað voru þetta einkafyrirtæki, það alveg rétt. Og til dæmis togararnir hérna bæði Guðbjörgin og Júlíusinn lögðu upp hérna í Efra-Íshúsið sem var að hluta til í eigu bæjarins tíma að minnstakosti. En hvort sem heldur var í Hnífsdal, Bolungarvík, Súðavík eða bæði frystihúsin á Ísafirði, að þá leit fólk auðvitað á þetta sem fyrirtæki heimamanna, fyrst og fremst. Og þá skipti ekki máli hvort að það var bærin sem átti þetta eða einhverjir aðrir heimamenn. Og þess vegna var þetta svo mikill áfall einmitt þegar að Guðbjörgin seld, að þá þetta svona stórt bara áfall fyrir samfélagið að þetta skulle geta gerst. Og menn voru kannski ekki búin að átta sig almennilega á þessu, það var sagt að það átti áfram að landa aflanum, svona svipað eins og í verbúðarmyndinu daginn og togarinn sneri svo við í fjarðarkjaftinum. Og jafnvel undir skrifaður samningur það að það ætti ekki að fara með aflaheimildirnar í burtu. En ég man nú eftir því að faðir minn sem var nú þá formaður í verkalýðsfélaginu og fleiri hristu nú bara hausinn yfir þessu og treystu þessu alls ekki, en það kom það í ljós að þetta var náttúrulega til þess að komast yfir fiskveiði heimildir. Þær voru aðal máli þarna þegar kemur fram yfir 1990. Og mikið af svona því afli sem áður var á Ísafirði nú búið að innlima inn í Samherja og drífur áfram þá vél til þess að vissulega svo var kald þannig náttúrulega svo að bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ í skjóli Sjálfstæðisflokks að hann milligöngu maður þarna það að þetta gengi allt saman smurt fyrir sig og síðan árið seinna hann farinn burt úr bænum til Akureyrar og kominn í stjórn Samherja og svo sem pólitíska feril kannski að stóran hluta undir Samherjum. En þeir sem upplifðu skuttogara tíman hérna fyrir vestan upp úr 1970 og áratugina 1970 til 90 gríðarlegu uppbyggingu sem var hér á öllum sviðum samfélagsins byggði auðvitað á skuttogarunum fyrst, síðan rækjuvinnslunni og fleiru að þeir náttúrulega bara, það var svo grátleg þessi hnignun sem var þarna eftir 95 til 2005, þessi gríðarlega hnignun sem verður í öllu athafnalífi, í sjávarútveginum og svo í öllum bæjarfélögunum, allt í kringum fyrir það. Herðu,
Sigurður, kæra þakki fyrir að skjóta þessu inn í svona eftirmála af þættinum. Það vantar ennþá eina sögu en við munum skjóta henni einhvern veginn að rauðaborðinu með einhvern hætti. Kannski verið lítill aukaþáttur þar sem að Bergsveinn Birgisson mun segja sinn bút úr sögunni af Samherja. En ég þakka þeir sem að hjálpa okkur við að segja söguna núna í kvöld. Það er Ólafur Jónsson, Tryggvi Harðarson, Sigurður Pétursson, Benedikt Sigurðarson, Þórður Snær Júlíusson og Aðalsteinn Kjartason og svo sjáum við til hvenær við getum skilað sögunni frá Bergsveini Birgissyni. En takk fyrir í kvöld.